Jæja, þá kerran að vera tilbúin. Hún sem að fer með okkur hérna í Exitrægi, austur á Klaustur. Strákarnir skur upp í búð til að kaupa nesti og reyndar ekki nýja skó. Og á ég vona þeim, von bráðar. Það verður eitthvað, held ég. Vonandi verður bara gaman. Í dag leiðin þetta rók en svona. Það í lagi sko. En meira það síðar. Hvað segirðu þér? Heldur að þið farið sér að voða? Nei, ég efast það. Það eru frændur mínir. Það eru frændur þínir? Já. Gáðar eins og þú? Já, nákvæmlega sko. Já. Það nú munur. En svo rattuðu það er eitt sem kann að bakka með kerru. Já. Já. Það þú. Hvernig vissirðu? Hvað gáðar? Þetta allt í lagi, þetta svo létt. Það munar að hafa þessar kerru heldur að hafa bílinn fullan af drasli. Passaðu bara! Nei, já, svo þarf að skrúa niður. Já. Taka löppina. Taka hana upp fyrst? Nei, hafa hana bara rétta sko. Þetta kann Viðar. Hann á tjaldvagninum. Tjaldvagninum? Svona, þetta er nú. Og losa þetta og upp með það. Alveg upp bort, svona. Og þetta má aldrei smyrja. Þetta er flott. Við þurfum að geta að losa þetta, frændi. Nei, augnablik. Vil ég setja hérna vín hérna undir? Já. Já, hver er það? Já, hjálpa á honum. Nei. Á þetta að smella eða hvað? Má sjá. Þetta er svona, já. Já, komið. Ok. Middelstekki. Það er í. Ég var nú að tengja ekki á þessu. Hann ekki gert mikið af þessu. Aftan Discovery eitthvað, þá tengið það bak við stuðar. Já. Það var ekki hægt. Já. Herðu, ég ætla að ná í síðasta pokan. Við höfum losað böndin. Já, herðu, það verður að losa þetta, stokkar. Hvað er að gerast núna? Þetta árið 2022, segi ég. Já. Bara að vera að leggja í hann. Og hvert er verið að leggja í hann aftur í þetta? Herru, það var að fara í Mongólatjald. Austur á höf. Mongólítatjald. Mongólítatjald. Og hvað ætlaðu að gera í því? Herru, þar verður gist fyrir veiðar morgundagsins. Ok. Og sækja tvo tarfa. 2 tarfa og 8 væntanlega. Já. Þannig að það byrjar okkur að... Já, það er stefnan, sagði hérna Gunnar Bragi. Það er stefnan, það er svo leys. Nú spyr ég bara... Varðu... Það er óvísk að deilu í rættum bæn. Keilegur, erum við ekki á tíma? Við erum held í hinn tíma. Klukkan 2. Já, það hefur gerst áður hjá okkur. Já. Og planið var hvað, 11? Já, fyrsta plan. En ég skal viðurkenna það að ég eyðilagði það. Það er kannski ekki ég, heldur MBF. Mjólk og flófana. Já. Þeir mega eiga það, greyin. En við höldum, já ekki kannski alveg út í óvissuna, við vitum alveg að við erum að fara í eitthvað bölvað þrælabúðir. Já, hann má reikna með því. Já, hann er nú saman við síðan Gunnar Bragi. Já, finnur eitthvað erfitt? Já, reyndar að þetta væri nú ekki svo erfitt, þetta væri kannski svona 15-20 kilometrar í göngu og... Já, ekki nema. Nei, og aldrei að herri hækkunum 2000 metrar. Já, ég veit. Þannig að við þurfum ekkert að vera vættast okkar. Nei, ég vil helst komast upp á jökul. Já, far þú þangað bara. Lappa þar sko. Far þú þangað bara. Ef við fyrir upp í 2000 metrar, þá erum við komin vel upp fyrir jökulinn sko. Já. En ertu með brotta, vandbrotta? Nei, ekkert svoleiðis. Ég er bara með út af að hlaupa sko.
Já, Og væntanlega, já. þú ætlar alveg að fara langt á þeim, heyri ég. Já. Ég er með svona helvíti fína appelsínugula, ég veit ekki appelsín, þetta eru stórhættulegur litur. Já, það er mjög flottir. Já, þetta eru nýju skór. Kýminsku eiturreðnum. Já, kínversku eiturreðnum frá Temu. Þetta kostar 2000 skall. Ég er alveg ánægður með það. Já, þokkalegt. Þokkalega vel En hvort það dugi eitthvað, það veit ég ekkert um. Við tökum mynda af þegar við komum tilbaka. Ég er að reyna ekki að spara þá. Já, en svona er nú lífið í þessum ágæta bíl hérna þegar við erum að keyra frá Selfossi og aðeins báði leið þetta rokraskandi þetta fyrir austan sko. Þetta er einhver átt að gera vestan á, norðvestan einhver djöfull. Norðanátt. Norðanátt, já eins og allt annað. Alltaf slæma kemur á norðan, bæði snjór og kuldi. Það er bara þannig. Það er eins gott að sumir heyri ekki í mig núna. Jæja. Hér er nú tekinn og teppið með það. Jæja, herðum, þá bara lítur það askotið út. Jæja, Bergi, nú vorum við, hvað var að gera núna? Við erum að gera klára til að það á svæði 8. Já. Helvítis hrissingur í veðrinu. Já. Það er rokraskat. Það er nú skítkalt bara hérna. Þá var að gera eitthvað. Hvað með strákana? Eru þeir alltaf á tíma? Eru sofandi, þeir eru á tíma. Það er sama sagan. Ég varst að kíkja á þá. Við erum hér á Hótel Jökli. Hei, drífa sér. Jæja, þá er það stað. Hvað segir þið drengir? Það er bara flott. Er það ekki? Jú. Sáttu við það? Já, þáttu við það, en þeir. Já. Bara gleðilegt að hafa ykkur. Já, Þetta var hér á 20 mínútur á sekund. Nei. Bara right on time. Já, ykkar tíma. Þið eru á sama tímabelti og Rakarinn og Selfossi. Þeir eru alltaf seinir. Þeir fættu seint, held ég. Það er allir. En hvað er það? Það er hrissingur í veðrinu. Jöfnveginn hrissingur er þetta. Þú er svo gamli nú og hann bara þennja bílinn alveg eins og getur. Það er alltaf leið. Jú, ég bara sé kerrin út af það, er einhvern daskar fyrir það er alltaf leið. Já, ég sé hana og hún er með. En bændur þeir eru búin að slá og það verður flatt í dag og það verður rífandi þurrkur og þetta eru ábyggilega kartöflur og rófur. Þetta var undir plasti. Já. Það er ekki hægt neitt alveg. Já. Þannig höfnaverði. Jæja, það er gaman að sjá útlitið á leiðsögubanninu. Það verður glottandi að venju. Það ætli það ekki. Ha? Það ætli það ekki, þó hann hafi verið sent búinn í gær. Já, skiptir engu máli. Það er vanur því. Hann hefur örugglega gaman að því að sjá tvo unga peyja með tvo lúka með sér. Ég held að það sé eitthvað svoleiðis. Eitthvað annað. Jæja. Það er helviti kalt. Það er mjög kalt. Ha? Á ég ekki að skutla ykkur heim? Það var langbest að gera það. Ég myndi allan ekki kvarta yfir því úr því að þetta er ekkert mín dýr sem við verðum að sækja. Ekki fyrir ég á bílnum í dag. Nei, hann er ekki vanur svona vondu veðri. Nei, þetta er... Og hvað segirðu, hvert er planið? Bara upp. Já, Finna skjól. finna alveg fallega laut og vera með piknik. En kosturinn er sá að hreindýrin eru í skjóli. Þau eru með aðeins gáðar en við, þau halda sig í skjólinu. Já. Það er nú munur að elta eftir svona gáfu dýr, sko.
Já, já. Helvíti, það voru hvítt í fjöllum maður. Hvað, gleymdur úlpunni í bílnum? Bjarki? Það snúa við. Já, glemtur úlpuðu. Já, ég hef nú frekar tekið sólarábyrðin. Skil úlpunni eftir. Já, við hefðum við sólinu. Þetta lítur afskaplega vel hérna út. Þetta er svona glugga við hérna. Jæja, þá erum við hérna í Hvaldal og hér á að sækja dýr einhvers staðar upp í Raskati. Það kemur ljós hvað það er. Eilefur hérna fjallahlaupaskóm sem að það er engin hlunkur á mig. Það er engin hlunkur á hann, þannig að það verður bara reykur aftur úr kallinum. Við lufsum þetta bara í róliðutum. En hvernig líst þér á þetta, Gunnar Bragi? Illa, eins og venjulega. Það er sama. Mér líst vel á veðrið og aðstæðunar. Svo er það búið. Spurning með mannskap. Ég veit, það er bara þannig. Já, já. Þú verður bara að uppverða þetta elsku kallið við, sko. Þetta er það sem að Guð lætur í hendurnar á þér. Og þá er spurningin, hvað gerður í Guði? Rótt spurt með því. Það kemur nú enginn. Það snjóar ekki. ...20 metra. Það liggja greiðin. Það er fallegt, þetta er fallegt vindefni en lægjandi rók. Við teljum sem við 30 dýr hérna hinum megin. 2 eru reyndar svolítið í brekku fyrir ofan. En við hér á að fara að skjóta og sjáum bara til hvað gerist. Skjótarar, Bjarki og Arnardari. Svo er maðurinn eitthvað að kíkja. Við vonum það besta. Og hérna, það er svona nú. Þetta er svona Ísland í dag. Við erum Hvalfirði. Nei, Hvaladal. Hvalfirði. Þrýstur á þetta. Jú. Það er bara veisla. Það er veisla. Þetta er skjótað hérna eða hvað? Hvað segir þú? Það sagði Mervin. Ekki gott mál. Þeir klúðruðu þessu. Algjörlega. Allt var til fjandars. Það er bara þannig Leifur. Ég veit það ekki. Eitt skot, allt farið. Strákar. Hvað gerðist? Þetta var stóra, styrsti sig svo fallega upp. Já. Þannig að ég bara tók hann og svo bara, já, láti ekki nóg vel hann að þú getur tekið fyrir þetta. Nú, hann er vítisvörsinn.
Ég veit það. Það er glæsilegt. Gunnar, holdrosi, hvað er það? Hvað er holdrosi? Holdrosi? Já. Þetta þú að vita. Þú varst í sláturhúsi? Er ég holdrosi? Nei, það er innrabyrði á skinninu. Það er eitthvað gamalt orð sem að... Þetta er nýjir í Texas sem við hlaupum aldrei upp í neitt. Nei. Herðum? Ekki fara bara á ofan. Nei, sömulegis. Við getum við bara fram á mælaborðinu í bílnum, þið farið það niður og við lendum okkur annað. Ok. Já. Það erum ekki minn, ef við fókum kóksúpa. Jæja, þá erum við búinir að úrbeina. Hann er að þvoa sér hendurnar í volgu lagnum, eða ekki. Og svo erum við hérna smá fita og annaðins. Vargurinn séu það. Og strákarnir fóru þarna inn skarðið. Og við sjáum til hvað gerist með þá. En næsta máli hjá okkur er að fara að setja í bakpokann og brölta þessa leið niður. Það tekur einhver tíma eins og gengur að gerist. En við verðum að láta reyna það. Yfir út! Haha! Jæja. Við bræðirnir að leiða niður með eitt dýr. Þetta er smá brölt hjá okkur en þetta er allt í lagi. Við höfum séð að verra. Og hérna, þetta er fallegu dagur. Fallegu dagur til að láta pína sig en þetta er nú bara fyrir dagurinn. Ég held að morgundagur voru ógeðslegri. Þetta er maður ekki, þetta er að morgundagur voru verri. Já, ég veit það. Þá þurfum við að taka dýrið þitt. Já. Og Eileifs. Já. En það geta komið 2 menn með okkur. Nú? Já, gæta. Já. Það getur annars verið þessi strákur sem ætla á sjóinn, það er alltaf við það greið. Og svo þessi sem er að æfa sig til að vera gæt. Já. Það var reyndar. Ég er bara hræddastu við það, sko. Þá fyrir Gunnar bara að sína alla sína kosti. Já, þá setjum við bara niður bíl og leiðum þeim að hlaupa. Já, þú meinar? Já. Við erum í dalsögum og segjum að til. Já. Já, þetta er mér líður miklu betur núna, sko. Það ekki. Við bræður komnir í bíl með dýrið. Þarna uppi einhver staðar þarna er Eileifur að brölta niður með bakpoka sinn og hans Arþór Darra. En okkar menn 2 þeir drifu sig og fóru að elta dýr. Þarna eru þeir og dýrin eru sirka bát þarna. Það ætla þeir að gera kallarnir og við skulum vona það besta yfir út. Hvað er að gera stóra hjá okkur? Heimferð. Heimferð? Heim í bústað. Já, við okkur fáum að fara heim í bústað.
Tveir þar og komnir, ég tók einn og pappi. Gunnar Bragi sagði að þetta væri nú með þeim léttari dögum sem hann hefði tekið ævina. Þetta væri bara eins og að hoppa hérna upp fjöllin á einu fæti og nota aðra hendina og loka vinstra augunum. Eða heitt vinstra. Það heitt vinstra. Nei, þeir þurftu nú að brölta helvítið mikið strákandir eftir síðar í dýrinu. Þeir stóðu sem eins og hérna. Já, við sáum það við Bjarki úr fjarlæga, þeir stóðu sig sem hetjur. Já, við sáum það náttúrulega ekki neitt. Við vorum bara að kjóna úrbein. Já. En þetta var hérna, þetta er Hvaldalur. Hér rak Hvalur, það var ekki Moby Dick sem að hann endaði hér. Það var alltaf eitthvað dick. Nei, hvað gerðu þið? Þið eltu dýrin? Upp Seltind, niður Mælifellsdal, síðan skutum við það á Krossanes fjalli. Það er alltaf sem ég held. Já, þetta er bara... Í samlega þýlu, svona með við. Það var að sjá húsin yfir á Papey og yfir á Djúpavog og við sáum þetta saman hana þar sem við fórum upp tindinn. Veltu þetta niður. Var þetta bara árið til þar? Það er ekki, ég Skotið á Krossanesvelli. Hvar höfum við það? Já, það, glæsilegt.